Þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þráinn Bertelsson, þingmaður utan flokka. Virðulegi forseti, góðir Íslendingar. Stjórnmálaástandið á Íslandi einkennist af því að stjórnarflokkarnir neita blákalt að skilja að almennt hrun og almennur forsendubrestur kalla á almennar og endanlegar aðgerðir. Sértækar aðgerðir duga helst til að hámarka þær fjárhæðir sem lánardrottnar geta mjólkað úr þeim sem skulda með því að lengja í skuldinni og miða afborganir við ýtrustu þolmörk þess sem greiðir. Stjórnarflokkarnir neita að skilja að almenningur á heimtingu á að orðið sé við þeirri lágmarkskröfu að höfuðstóll verðtryggðra íbúðalána verði færður til þess sem hann var áramótin 2007-2008. Það sama mannúðlega hugsunin á bakvið greiðslujöfnun og greiðsluaðlögun eins og þá siðvenju að bjóða dauðadæmdum manni upp á góða máltíð og sígarettu áður en maður afhendir hann böðlina. Á næstunni verður fjöldi fólks úrskurðaður gjaldþrota. Gjaldþrot getur þýtt ævilangt vistarband hjá lánastofnunum, þeim sömu sem settu landið okkar á hausinn með gróðafíkn sinni. Það ekki hægt að koma í veg fyrir gjaldþrot, en það skylda okkar að breyta lögum þannig að gjaldþrot þýði ekki ævilangt ófrelsi og ánauð og það væri glæpsamleg vanræksla að afnema ekki þá ævilöngu refsingu sem nú getur fylgt gjaldþrota einstaklingum. Getuleysi stjórnmálaflokkana allra til að takast á við afleiðingar hrunsins virðist vera jafn algjört og getuleysi þeirra til að afstýra því. Það því ekki að ástæðulausu að það hefur orðið trúnaðarbrestur milli stjórnmálaflokka og almennings, eins og við fengum staðfest í nýliðnum sveitarstjórnarkosningum. Viðbrögð stjórnmálaflokkana gáfu ekki ástæðu til bjartsýni á vilja þeirra til að endurnýja sig og komast í takt við fólkið í landinu. Allir með tölu sögðust þeir hafa unnið sigur, einhvers konar sigur í kosningunum, rétt eins og hérna væri ennþá árið 2007 og montið og sjálfsblekkingin blöktu við hún. Í fyrirsjáanlegri framtíð munu Íslendingar setja sér stjórnarskrá. Nýja stjórnarskrá sem vonandi verður skref fram á við í átt til aukins lýðræðis og betra stjórnarfars. Í framhaldi af því ætti Alþingi að endurskoða starfshætti sína og þingsköp og hefðir og gera markvissa tilraun til þess að enduruppgötva og endurnýja sjálft sig og endurheimta þá stöðu sem það hafði áður með þjóðinni. Hér á stjórnpalli þjóðarskútunnar ríkir forneskjan og íhaldssemin. Hér eru furðulegar og framandlegar venjur og reglur málvenjur og klæðaburð. Til dæmis denim slitsterka klæðaefnið bannað, aðeins þingkonur mega klæðast leðurflíkum, karlmenn skulu vera í jakka og skyrtu og helst með bindi en alls ekki peysu.
Hér tíðkast ávörp eins og herraforseti, frúforseti, hæstvirtur forseti, virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður og ekki má nefna ráðherra eða þingmenn nema með fullu nafni og viðhenginu háttvirtur og hæstvirtur. Hér eru tölvur bannaðar í þingsal. Nema hvað þingritarar og forsetar nota tölvur til að halda mælendaskrá í staðinn fyrir kálfskinn og hrafnsfjaðrir. Sérviska og fornaldardýrkun af þessu tagi þó meinlaus. Miðað við ýmislegt annað varðandi starfshætti og starfsaðstöðu þingsins sem verður að færa til nútímans og það áður en gjáin hyldýpið milli þings og þjóðar verður óbrúanlegt. 19. aldar vinnubrögð til að takast á við 21. aldar verkefni eru hjákátleg. Hér þarf að taka upp nútíma viðhorf og nútíma vinnubrögð. Hér þarf að tala minna og hugsa meira. Góðar stundir.